við höfum verið mikið verið að fjalla JBT Marel og það miklu breytingar sem þar hafa orðið og einn angi af því að stjórn Eiris Invest, stærsta hluthafans í félaginu, sem hefur verið svona burðar, ég meina kjölfestu fjárfestir. Forstjóri félagsins til ánstíma, Árni Oddur, til 10 ára. Já, hann kemur náttúrulega úr þessum hluthafahópi. Og þar inni hafa verið margir stórir íslenski fjárfestar og svona stofnana fjárfestir og líka Landsbankinn. Já. Og nú þeir að ræðum að greiða hluthafunum, að afhenda þeim bréf félagsins í JBT Marel. Hvað áhrif heldur það hafi? Já, það bara þannig einhverjir munu það bara taka bréfin og eiga þau. Það annarkvort ef þú færið eitthvað í hendurnar, þannig hvort áttu það eða selur það. Ég spái því að ýmsir þarna munu eiga bréfin áfram. Þetta mun ekki leiða, oft þegar svona gerist þá óttast menn að það leiði til þess að bréfin komi meira inn á markaði. Að vísu þetta orðið svo stórt félag, jafnvel þó einhverju stórir íslenski hluthafi fær að miðla bréfin sinni. Ef þetta hefði gerst þegar Marel var eitt og sér, að 30%... Það hefði alltaf verið hægt. Að 30% hluthafi, kjálfestu fjárfestir, hefði alltaf að afhenda öllum bréfin og segjum sem svo þeir sem hefðu fengið þá, þeir hlutafar, og þeir hefðu seltið þetta bara skellt þess á markaðin, þá hefði náttúrulega orðið stýtt offrambáða bréfum, skyndilega, og þá hefði það orðið verið lækkun, trú ég. Ég held að þarna muni menn bara, ef að menn líta á JBT Marel sem spennandi verkefni, eins og sem margir gera. Ég sá fór inn á Kauphöllinni í New York í morgun og þar var aðeins JBT Marel, það var nú aðeins mínus þar, sá ég var, í gær, en hérna, ég spái því að JBT Marel sé frekar, þetta sé spennandi, það komið þetta nýtt fyrirtæki. Ég ætla að leyfa mér að menn, Landsbankinn þarna inni, það getur vel verið að hann noti núna tækifærið og losi sig, skilur við bréfið á einhver hagstæðaverðu, hann mun ekki gera það neitt í brunnátsölu eða einu slíku, en hérna... Það eiginlega eðlilegt, þetta það stór hlutur. Og það líka lífeyrissjóður inn í Eyri. Það eðlilegt fyrir Landsbankana að minnka þessa stöðu, hún var það stór.